Eitt af smáverkunum sem að ég átti eftir á vængnum var að setja lamirnar í og að fylgja með frá Sleek lamir sem eru svona, þessar lamir hérna. Ég er ekkert sérstaklega hrifinn af þessum löfum. Þetta er plast, þær eru stífar, það er erfitt að fá það til þess að hreyfa sig og ef maður ætlaði að nota þær þá myndi maður þurfa að beygja þær svona fram og aftur heillengi en það myndast átakslína hérna sem að, já, ég veit ekki, gæti þess vegna bara rofnað einhvern tímann. Sleek er hins vegar með til sölu lamir sem eru með þolinmóð fyrir ekki. Þær eru glærar, þannig að það getur víst að sjáist neitt sérstaklega vel og það er svona pinni sem að gengur í gegnum þær. Þessar lamir, þegar maður setur það saman, eru lausar og liðugar og svona virka eins og lamir eiga að gera. Ég ætla að nota þessar 6 svona í vænginn og ég ætla að sýna núna hvernig ég geri raufar fyrir svona lamir. Til að byrja með þá þurfum við að setja lömina þannig að hún sé hér fyrir miðju. Ég á ansi skemmtilegt verkfæri sem ég keypti einhvern tímann sem er svona samsíðungur með miðju og ég get skellt hana hérna á, sett blýant ofan í og dregið línu og ég veit þá að þessi lína ætti að vera nákvæmlega á miðjunni. Svona. Ég get líka notað þetta ef ég vil bara stinga með hníf og nú ætla ég að nota svona skurðhníf og ég ætla að stinga hérna ofan í. Svona. Nú veit ég hvar lömin á að vera, ég get stungið í gegn svona mestu leyti og fara varlega með svona beittan hníf. Síðan er ég með litla þjöl, þessa hér, þetta er naglaþjöl, hún er úr áli, það er mjög gott að hafa svoleiðis. Þá get ég stungið henni ofan í og þetta er stíft til að byrja með. Svona og þá get ég sett lömina hér í, passar akkurat eftir þessa þjöl. Svona. Nú er komið pláss fyrir löm. Nú þarf ég bara að gera einar 5 í viðbót. Til að setja löm eða lamir í stýrið sjálft sem er massíft, þá þarf svipaða tækni. Ég byrja á því að ég er búinn að merkja fyrir öllum lömunum og nú þarf ég að finna miðjuna. Ég er ekki búinn að taka oddinn á hallastýrið.
Það ger ég ekki fyrir en eftir að götin eru komin fyrir lamirnar. Það er erfitt að hitta ef maður þarf að fara akkurat á svoleiðis miðju. Þannig að það er langt best að byrja bara á því að taka miðjuna á meðan þetta er ennþá heilt, og það er hægt að gera til dæmis svona, og bara merki ég hérna niður í. Það má líka mæla bara með málbandi eða tommustokk, finna miðjuna og merkja hana þannig. Nú þarf ég að stinga ofan í, og lömin hérna, hún er það bil hnífsblaðið. Þannig ég veit að ég þarf að fara alveg hnífsblaðið niður. Sem betur fer er balsinn í stýrinu frekar mjúkur, þannig að það er auðvelt að gera þetta. Nú er ég búinn að stinga niður og þá nota ég þetta hérna til þess að, þetta er naglaþjöl, til þess að opna rauðina. Einu sem ég þarf að passa er að þetta fari bara ekki í gegn, eins og ég hef gert. Það náttúrulega kemur fyrir stundum og þá þarf maður bara að passa sig vandlega. En nú er komin rauð fyrir lömina hérna. Svona, og þá getur hún farið í. Nú þarf ég að gera þetta við hinar 5. Nú ætla ég að taka spiss á hallastýrið, og við erum komin með miðju af því að lamirnar eru komnar í. Þannig að þá er hægt að merkja bara miðjustrik eftir því. Hallastýrið er 6 mm á þykkt hérna. Þannig að til þess að fá 45 gráða halla hér, þá þarf að merkja 3 mm hérna inn á, svona. Taka strik á þessa 3 mm og síðan hefla 45 gráður eða pússa þangað til að það er komin þessi spís. Ef maður fer 45 gráður niður að báðum megin, miðjustrikinu og strikinu á ofan, þá fær maður akkurat þann halla sem maður vill fá. Það er líka ágætt að vera við þetta á borðbrún. Í staðinn fyrir að nota hefil, þá má nota svona pússukubb, en mér finnst það ekki eins nákvæmt. Eitt pínlítið atriði sem er sniðugt að gera, það er hérna á hallastýrinu þar sem að lömin kemur, það er að skera fyrir þolinmóðnum. Þá sker maður örlítið onni, svona eins og 1 mm eða svo, og það verður til þess að þegar maður setur lömina í, þá fer þolinmóðurinn niður fyrir línuna. Þetta er líka hægt að gera með þessari naglaþjöl. Svona. Þá dettur aftur lömin niður fyrir línuna.
Nú ætla ég að gera örlitla breytingu hérna á hallastýrinu. Hérna hérna situr servóið og armurinn kemur hérna niður og hornið á hallastýrinu þarf að vera einhvers staðar hér. En ég ekki sérstaklega hrifinn af því að skrúa svona horn beint á balsa og hafa ekkert undir þeim. Þannig að ég útbjó svona litlar krossviðarplötur, þetta úr 0,8 mm krossviði, sem ég ætla síðan að líma hérna á. Vísu verður það þannig að lömin hér og hornið kemur hérna á, eða undir að vísu, og kemur til með að fara í gegnum lömina, sem í sjálfu sér alveg ágætt. Það mjög gott ef að hornið og lömin eru akkurat á sama stað. En ég lími þetta hér, hérna sem sagt þar sem að platan verður, þessi hornið, og platan kemur þá einhvers staðar hér, og það allt í lagi að nota svona sekundulím í það. Og ein aðferð til þess að setja svona á að setja límið fyrst þar sem maður ætlar að líma hlutin niður. Svona. Taka síðan kvata og spreyja á hlutin sem maður ætlar að leggja þetta niður. Og leggja hann svo á. Þá festist hann umsvifalaust. Maður finnur meira sér hvað þetta hitnar gríðarlega í gegnum krossviðinu. Nú ætla ég að setja hina plötuna hérna hinum megin. Þannig að þegar ég bora síðan fyrir horninu, að þá situr það á 2 krossviðarplötum sem að dreifa álaginu þó nokkuð mikið. Hérna eitt sem gæti hugsanlega verið vandamál, og það það að gatið fyrir servósnúruna hérna á þessu rifi, en hérna uppi á þessu rifi, það alls ekki í línu, og síðan hérna undir vængnum. Og þarf að koma servósnúrunni hingað og hingað til þess að ná henni út, og það gæti orsakað einhver vandamál. En það sem maður gerir í svoleiðis tilfellum að maður tekur svona létt band eins og þetta, svona sláturgatið eitthvað, og treður smávegis af því hérna inn í þetta gat, passa sig síðan að halda í hinn endan og notar ryksugu undir hér til þess að sjúga bandið alla leið. Sjáum hvernig það kemur út. Nú komið band alla leiðin í gegn, og það sem ég geri núna að ég bara fæ mér límband og lími þetta band hérna fast, þannig að það sé hér á meðan að ég að græja servóið. Og eins
þennan enda. Bara lími hann hérna niður og svona. Nú get ég dregið servosnúruna í gegn. Ég er ekki með mótor á þessari flugvél, þannig að rafhlaðan sem væri notuð til þess að knýja mótorinn þá ekki notuð til þess að knýja servóinn. Þannig að ég þarf sér rafhlöðu fyrir það og þarf líklega að reyna að koma inn í fyrir hérna, einhver staðar fyrir framann. En þetta þýðir að ég þarf líka að hafa rofa, svona eins og þennan hér. Þarf að koma honum einhver staðar fyrir. Það er mjög algengt að þeir séu settir á hliðina á módelinu og látnir standa út. En að því að kanopín hérna verður svo auðvelt að ná henni af, það verður bara að teygja hérna yfir og þá er hún laus, þá hef ég ákveðið að vera með rofan innan í og ég ætla að setja hann hérna á þessa plötu hér þar sem að servóið fyrir hæðastýrið er staðsett. Hérna er rofinn kominn á sinn stað. Það var frekar erfitt að setja hann í og vegna þess að það sést svo illa svart á svörtu í hérna á plötunni að þá skrifaði ég off og on hérna, þannig að kveikja á, íta þessu aftur á bak fram, þá er hann áslögt. Það síðasta sem ég geri áður en að ég klæði mótilið allt eins og það leggur sig er að setja servó í vænginn. Það er ekki gert ráð fyrir að maður komist að þeim seinna, kannski engin ástæða til, en servóin sem ég ætla að nota eru þessi hér. Þau fást víða og það eina sem ég þarf að gera er að setja svona. Það eina sem ég þarf að gera er að setja servóið hérna inn í og líklega bara líma það fast. Í leiðbeiningunum segir að maður skuli nota tvöfalt límband, double tape, og ég ætla að sjá til hvað ég nota. Gæti verið bara notað heitt lím eða já, double tape væri svo smágætt. Hérna er servóið komið í fyrir hallastýrið og armurinn stendur hérna niður úr. Það er hægt að prófa hvernig hann hreyfist. Og ég ákvað að líma servóið niður með hitalími. Þannig gæti ég, ef ég þyrfti að taka það úr, þá gæti ég náði með því að hita þetta bara með lóðbolta eða einhverju og taka límið þannig í burtu. Það var mun auðveldara heldur en ég hefði gert ráð fyrir að ná servosnúrunum hérna í gegn og nú er vængurinn tilbúinn til klæðningar. Það setja hornið bara hérna inn í þannig að það sé ekki að þvælast fyrir og ég get farið að klæða vænginn.